Vafalaust það einsdæmi í veröldinni að meirihluti þjóðar geti eftir hálftíma akstur losnað úr argi og þvargi hversdagsleikans og losnað við stressi lífsbaráttunnar og fundi kyrrð og ró óbyggðanna. Hér erum við í Reykjanesfólkvangi. Fólkvangurinn stórkostleg útivista paradís. Landslagið fjölbreytt og stórbrotið og þar má finna dæmi flest það sem annað borð einkennir Ísland. Fólkvangurinn hvorki meira né minna en 300 ferkilometrar að stærð, ætlað sem útivistarsvæði fyrir almenning. Hann friðarland sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og á Reykjanesi standa að í sameiningu. Og Reykjanesfólkvangur, hann allur í hinu upprunalega landnámi Ingólfs Arnarsonar. Heiðblátt Kleifarvatn í miðju Reykjanesfólkvangs. Það 10 ferkilometrar að stærð og eitt af dýpstu vötnum landsins, 97 metra djúpt. Það afrennslislaust og fer vatnsborðið eftir hæð grunnvatns í nágrenninu. Og sagt að í Kleifarvatni sé eitthvað skrímsli á stærð við stórhveli. En fátt segir af skrímslinu á síðustu árum, meira af silungsveiði sem virðist vera sæmileg. Reykjanesfólkvangur hefur mikið gildi fyrir jarðfræðilega rannsóknir. Eftir endilöngu Reykjanesskaga liggur bráðvirt gosbelti og fólkvangurinn innan þess. Þar að finna 3 vel afmarkaðar deildir gosbergsmyndana, móberg, grágrýti og nútímahraun. Ýmsar móbergsmyndanir setja mjög svip sinn á landslagið í fólkvanginu. Móbergið ákaflega mjúkt og rofgjarnt og myndast á stundum ýmsar kynjamyndir. En móberg ekkert annað en samanlímd gosaska sem fær á sig brúna lit með aldrinum. Gróður, til dæmis mosi, getur auðveldlega þrifist í móbergsveggjum, sérstaklega ef þar einhver raki. Krýsuvík fornt höfuðból en hefur þó ekki alla tíð staðið á sama stað. Þetta nýja Krýsuvík sem svo kölluð stendur undir sveifluhálsi sunnanverðu. Í fjarska Arnarfell og Bæjarfell þar sem Krýsuvíkurbærinn stóð áður. Enn áður stóð bærinn þar sem nú heitir Húshólmi í Ögmundarhrauni. Krýsuvík var öldu saman í alfara leið og hérum lágu leiðir frá Suðurlandi til Suðurnesja og til byggðarinnar við Faxaflóa. Þetta hverasvæði fyrir ofan Krýsuvík, litskrúðugt með afbrigðum. Grænavatn heitir þetta vatn fyrir sunnan Krýsuvík. Það stöðuvatn í stórum fornum sprengigíg. Gígurinn 300 metra í þvermáli og vatnið 44 metra djúpt, en liturinn kemur á þörungagróðri sem í vatninu Krýsuvíkurkirkja var reist 1857 og endurvígð 1964. Hún stendur enn þar sem Krýsuvíkurbærinn stóð aldir við svonefnt Bæjarfell. Við göngum hér tröðina að þessari gömlu kirkju. Eitt sinn var hér stór kirkjusókn og svo var aldir. Smám saman fóru jarðirnar í eyði en heimildir fyrir 13 jörðum í landi Krýsuvíkur. Kirkjan ekki marbrotin, einföld og snotur í þessu víðáttumikla landslagi þar sem fellin 2, Arnarfell og Bæjarfell skera sig úr. En við hverfum nú frá Krýsuvíkurkirkju og höldum áleiðis niður að Krýsuvíkurbjargi. Hlunnindi Krýsuvíkurjarðar voru miklar því jörðin var stór og víðlend. Krýsuvíkurberg var á nefa nektarbúrið með eggjatöku og fuglaveiði. Við nú rétt fyrir ofan Krýsuvíkurberg, þar sem heita Strákar á Selöldum. Það þessi haganlega hlaðna rétt eða þaklausu kofi. Þetta nú ungt mannvirki, en önnur svipuð hafa án efa verið nokkuð víða hér og annars staðar á landinu. Krýsuvíkurberg sést varla fyrir komið nærri fram á brún.
Það ekki hátt aðeins 50 til 70 metrar á hæð en mesta fuglabjarg á Reykjanesskaga. Þarna hrynur mikið úr bjarginu og á nefa á þessi fylla eftir að verða fjörumatur eftir ekki mjög svo langan tíma. Bjargsig nokkuð stundað í Krýsuvíkurbergi, einkum að hjálparsveitamönnum úr Grindavík sem hafa eggjasölu sem fjáröflun fyrir starfsemi sína. Við flytjum okkur nú norður á bóginn þar sem heitir Móhálsadalur, en þar prýða þessar fagur grænu mosaþembur hraunbreiðuna. Framundan sjáum við Grænudingju og fleiri fjöll sem eru hluti af Núpshlíðarhálsi eða Vesturhálsi. Allur Móhálsadalurinn eitt hraunlendi, allsett gígum, stórum og smáum, allt meira eða minna mosavaxið. Einungis fjallgarðarnir eru án hrauns og mosa. Eftir dalnum endilöngum liggur akvegur, svo komast má á skjótan hátt af þeim stöðum sem hér þykja hvað athyglisverðastir fyrir útivistafólk. Hér þó landið ákallað viðkvæmt, sérstaklega mosinn. Að sjálfsögðu það skylda hvers ferðamanns að skemma ekki náttúruminjar og það á ekki síður við hér en annars staðar. Flest eru fellin í Móhálsadal, lítil bæði á hæð og ummáli. Við horfum til Grænudingju sem með hærri fjöllum, en þó aðeins 393 metrar á hæð og raunar talsvert lægra, því hér erum við í tæpum 200 metrum yfir sjávarmáli. Hér einstaklega gott gönguland fyrir alla fjölskylduna. Forðum var þjóðuleið Móhálsadal frá Krýsuvík vestan Sveifluháls og lá leiðin yfir hálsinn og norður með honum til Hafnarfjarðar. Kaflinn yfir hálsinn heitir Ketilstígur, falleg gönguleið framhjá góðum útsýnistöðum eins og Hettu og Hatti. Botnsúlur lengst til hægri Skálafell, Móskarsnúkar og Esjan í bláma fjarlægðarinnar þegar horft norður Móhálsadal. Lækjarvellir eru vin í Móhálsadal. Það lækurinn sem prýði vallana. Hann hlykkjast þarna hraunlausa grasi gróna velli og hverfur síðan nokkru neðar ofan í hraunið. Uppruna sinn á hann að rekja í Djúpavatn, örskammt hér fyrir ofan. Djúpavatn lítið vatn og snoturt nær umlugt fjöllum. Í vatninu nokkur veiði og á sumardögum má oft sjá veiðimenn í og við vatni með stangir sínar. Veiðihús við suðurenda vatnsins. Gönguleiðir eru fjölmargar í Móhálsadal, en hérna á Lækjarvöllum hægt að byrja ferðusvæði sem að margra mati býður upp á fjölbreytilegasta og skemmtilegasta landslægið hér slóðir. Fyrst má nefna létta gönguleið á Grænudingju sem áður var nefnd. Stíkan hluti af nýrri gönguleið sem liggur hér og nefnist Reykjavegur. Leiðin sú liggur frá Reykjanesvita og norðaustur eftir Skaganum allt til Nesjavalla við Þingallavatn. En við höldum upp hlíðina og ætlum á Fíflavallafjall. Hér fyrir vestan Höskuldarvellir og Sogasel og þangað höldum við síðar í þættinum. Eftir því sem ofar dregur sér betur yfir nágrennið. Keilir að vísu fyrir utan mörk Reykjanesfólkvangs en fjallið enga síður ákala forfagurt og mikið kennileiti. Hér hið næsta okkur heita Sog. Framundan okkur heita Hörðuvellir og við horfum í áttina til höfuðborgarsvæðisins, Esjunnar og Skarðsheiðarinnar. Og með auknum aðdrætti sjáum við kennileiti byggð. Við horfum hér yfir Móhálsadal í Sveifluháls og sjáum að þar eru fjöllin úfin. Í fjarska Búrfell fyrir ofan Hafnarfjörð og næst lítið fell sem heitir Hrútfell. Við horfum norður eftir Sveifluhálsi og Móhálsadal en við ætlum að hverfa héðan og höldum aðeins sunnar í dalinn.
Já, hér heitir Krókamýri og nú erum við komin á þar grænu grundir þar sem útivistafólk kemur iðulega og tjaldar. Hér hægt að finna ágætt tjaldsvæði eins og reyndar Nýpan þarna bendir til. En við höldum áfram og komum næst að Vigdísarvöllum en þar var búið rétt fram á þessa öld. Vigdísarvellir eru sunnanlega í Móhólsadal eins og glögglega má sjá á þessu korti. Gamli, hlaðni túngarðurinn er nær á kafi í gróðri og rústir húsa eru enn vel sýnilegar. Hér var byggður bær árið 1830 og stóð hann allt fram til 1905 hann hrundi þegar jarðskjálfti reið yfir. Nú eru Vigdísarvellir vinsælasti áningastaðurinn í Reykjanesfólkvangi og hér má oft sjá tjöld og húsbíla á sumrin og börn á öllum aldri í leik á völlunum. Og vellirnir horfa líka á móti sólu og eru í góðu skjóli fyrir norðanáttina. Keilir er þekkt kennimerki á öllu höfuðborgarsvæðinu. Þetta fallega, keilulagaða fjall er dæmi eldgos sem orðið hefur undir jökli og fengið meðal annars á sig þessa lögun vegna veðrunar eftir að ísöld lauk. Já, við erum komin að Höskuldarvöllum sem er eins og Keilir rétt utan við Reykjanesfólkvang. En hér í jaðri Höskuldavalla fyrir neðan Trölladingju ríkur gufa upp úr jörðinni án þess að hér séum að ræða eiginlegt hverasvæði. Gufan stígur bara upp úr jörðinni, mosa og öðrum gróðri til mikillar hjálpar í lífsbaráttunni. Í byrjun 18. aldar lögðust út á þessum slóðum 3 landshornamenn, flækingar, eins og þeir voru nefndir. Árferði var þá gífurlega erfitt og þessir menn, eins og fleiri, flosnuðu upp og reyndu með ýmsum aðferðum að hafa í sig og á. Þeir fóru hér og stálu sér lömbum til matar og rændu jafnvel ferðamann. Þetta þóttu illir gestir og ekki leið á löngu þangað til fólk í byggð varð útilegumannanna vart. Leist almenningi alls ekki vel á hið nýja heimili á þessum slóðum. Því Höskuldavellir munu vera stæsta samfellda graslendi á Reykjanesi og þar eru því góðir sumarhagar fyrir sauðfé. Höskuldavellir eru svo til rennisléttar grundir. Þær hafa orðið til vegna framburðar læksins sem rennur hér niður á hálsinum og hlykkjast nú vellina. Dyngjurnar, Trölladingja til vinstri og Grænadingja til hægri og fyrir neðan Grænudingju er risastór gígur sem nefnist Sogaselsgígur. Gígurinn er opinn í suðvestur, gígbarmarnir eru hæstir að norðanverðu, svo úrverður hið besta skjól sem horfir móti sólu, enda gróður talsverður inn í gígnum. Fyrir utan rennur lækurinn sem var rætt niður á Höskuldarvelli. Einhvern veginn verður ferðamaðurinn ekki hissa á að sjá rústir mannvirkja inn í þessum fagra gíg. Og í hlíðinni eru greinileg merki stekki. Hér eru húsarústir, menn hafa haldið skepnur og vatn örskammt undan. Hvers konar staður er þetta? Ekki er vitað til þess að hér hafi menn átt sér fasta búsetu. En þó var haft hér í seli. Enda eru hagar hér stórir og afbragðsgóðir. Og rústirnar hérna í gígnum er að seli sem bændur á Vatnsleysuströnd áttu. Miklir eldgígar eru hér út alla trissur svo eitthvað hefur gengið hér á forðum daga. Stóri gígar og smáir og allt í kring mosavaxið hraunið. Hér er mjög margt að skoða fyrir útvegistamanni. Við horfum með Vesturhálsi en hinum megin við hann er Móhólsadalur og hingað er raun mjög stuttur gangur frá Lækjarvöllum
þar sem mun betra að komast á bíl en hingað. Þarna yfir liggur einmitt þessa ágæta göngulið. Það var á Selsvöllum sem útilegumennirnir 3 sem áður frá sagt byrjuðu sín útilegu sem var þó mjög endaslepp. Viðdvöl þeirra var þó ekki löng. Þeir voru teknir, dæmdir og hengdir. Harðæri og sultur hrakti þessa menn út á ógæfu braut, en örlög margra annara var þó hungurdauðinn. Já, sagan fylgir landinu, suma þeirra velkunnar en aðrar lítt kunnar. Ögmundarhraun kom úr gígum í sunnaverðu Móhólsadal í gosi árið 1151 og talið hafa runnið í sjó fram og í þá vík sem til forna var nefnd Krýsuvík. Þessi gígur í Ögmundarhrauni skammt frá veginum við Núpshlíð. Hann lítill en einstaklega fallegur, glitrandi náttúruperla. Litirnir eru mjög sérstakir, rauðir, gráir, svartir, grænir. Engu líkar en meistari Kjarval hafi hér ráðið samsetningu þeirra. Og það alltaf undarleg tilfinning að ganga inn í Eldgíg, þó svo að hvorki meira en í minna en 845 ár séu liðin frá því að hraunið gubbaðist hér upp í miklum hamförum. Og hraunið virðist vera lagskipt. Yst þunnskil, innra þykkar og massívar hraun og svo má halda áfram að fletta hrauninu. Smá hraunbrýr og hraunhellar prýða þennan stað og hraunið glitra móti sólu eins og í því búið demantar. Greinilega má sjá hvar hraunlækur hefur runnið úr gígnum og sumstaðar hefur hann runnið undir yfirborðinu. Og hér og þar eru göt niður í fornan farveg hraunlækjar. Hér nú nóg komið að þessum gíg og við höldum því til sjávar þar sem heita Selatangar, ekki langt frá þeim stað sem forðum hét Krýsuvík. Selatangar voru öldum áður verstöð og hérðan var allmikið útræði. Ástæðan einföld. Hér fyrir utan hafa alla tíð verið gjöful fiskimið. En Selatangar eru fyrir opnum sjó og því hlýtur útgerðin að hafa verið bæði erfið og hættuleg. Selatangar eru vestast í Reykjanesfólkvangi og þangað ekki langt til Grindavíkur. En á Selatungum eru leifar af mannvirkjum af ýmsu tagi, búðum og fiskibyrgjum. Þau eru yfirleitt lítil en nokkur háreist sum hver. Útræði var hér bæði á vegum Krýsuvíkubónda og einni annarra. Getið skip frá Skálholtsbiskupi sem héðan reru og til kvæði þar sem nefndir eru 82 sjómenn sem héðan reru og má því ætla að hér hafi verið nokkuð fjölmennt. Byrgin eru flest hringlaðin, nokkuð gisin og standa hátt því í þeim var fiskur þurrkaður. En landbrot nokkuð og má gera ráð fyrir að hér hafi verið talsvert öðruvísi að litast en árið 1880 þegar útræði lagðist niður. Fyrir utan ferðalanga lítið líf á Selatungum nema fuglar og stöku minkar sem sækja sér æti niður í fjöru. Allar mannvistarleifar á Selatungum eru friðlýstar og má þá að sjálfsögðu ekki hrófla við neinu. Allt þó ferðalöngum til skoðunar. Enn eru fengsal fiskimið fyrir utan Selatanga rétt eins og forðum. Líklega verður þó aldrei framar útræði frá þessum einangraða stað. En hverfu núna hérðan frá Selatungum yfir í Húshólma sem ekki hérna langt frá. Hér stóð bær. Gamla Krýsuvík talin hafa staði hér undir því hrauni sem líklega rann á 11. öld. Og ef til var hérna einhver staðar víkin sem bærinn heitir eftir, en sú vík löngu horfin undir hraun. Það orðið áliði kvölds og skuggarnir teknir að lengjast í Húshólmanum.
Í þessum þætti höfum við litast á Reykjanesvolkvangi. Við höfum farið nokkuð víða, en þó margt ósagt bæði í máli og myndum. Tilgangurinn var þó fyrst og fremst sá að gefa áhorfendum örlitla nasasjón af þessar útivistarparadís.